Hvað eru vaxtadagar og hvernig reiknum við þá? Jú, þetta eru dagar sem peningar liggja einhvers staðar á vöxtum. Annarkvort, ég legg peningin í banka og fæ vexti eða fæ lán og borga vexti. Við reiknum vaxtadagana með því að velta fyrir okkur hvað tímabil er þetta. Þetta er frá febrúar og fram í ágúst. Þá er best bara að skrifa alla mánuðina. Og við miðum alltaf við að það eru 30 dagar í öllum mánuðum, 360 í ári. Af því að bankarnir með alltaf við 30 daga í öllum mánuðum. Þeir vilja á alla mánuði eins. Þeim er alveg sama hvort það eru 28 dagar, 30 eða 31 dagar í mánuði. Það eru alltaf 30 í bankamánuði. Þannig að við gerum 30 mínus 7 af því að það er 7 hér. Þannig að hér eru 23 dagar. Hér eru bara 30 dagar, hér eru 30 dagar, hér eru 30 dagar, 30 dagar og 30 dagar. Ágætt að telja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 og síðasti mánuðurinn er dagsetningin mínus 1. Þannig að hér kemur 20 mínus 1 sem er þá 19. Svo legg ég þetta bara saman og ég fæ 192. Þannig að það eru 192 vaxtadagar hér. Og ef ég væri að reikna bara eitthvað dæmi, segjum sem svo að ég myndi leggja 5.000 í banka og það væru 5% vextir og ég er með það í þennan tíma. Já, þá myndi ég gera innistæðan sinnum vextirnir í tugabroddi sem var þá 0,05 sinnum fjöldi daga deilt með 360. Því ég er að finna vextina, hver þeir eru í krónum, sinnum fjöldi daga deilt með heilu ári af því ég er með þetta hlutfall úr árinu. Og svo slá við þetta bara inn í vasareikni sem gefur mér 133 krónur. Það var svo sem bara 5.000 kall sem ég lagði inn. Þannig að ef við tökum þetta saman, þá erum við með innistæða sinnum vextir í tugabroddi sinnum dagar, vaxtadagarnir sem vorum að reikna, deilt með 360. Vaxtadagana tökum við fyrsti mánuður er 30 mínus dagsetning, heilir mánuður er alltaf 30 dagar og síðasti er dagsetning mínus 1. Og svo bara legg ég saman. Svona reiknum við vaxtadaga.